Eins og glöggir hlustendur munu taka eftir þá urðu örlitlir tæknilegir örðuleikar á þessum þætti enda þáttastjórnandi nýkomin heim eftir langa dvöl erlendis og aðeins reykaður en það er vel þess virði að hlusta enga síður vegna þess að þessi þáttur með Jóni Steinari Gunnlaugsinni var algjörlega frábær, æðislegt samtal og ég vona að þið njóti vel þrátt fyrir tæknilegu örðuleikana og framundan er svo fullt af nýjum þáttum. Þetta frá því ég rendi yfir að ganni minni þættina, það var nú tvisa sem ég var hjá þér. Það var nú annar þáttur, hann var nú dálítið góður, hann var rúmur klukkutími og ég var mjög ánægður með hann því að við fórum dálítið vitt yfir sviðið og svona. Svo kom annar þáttur þar sem Eva Hauksdóttir var með mér og játaði ást sín á mér. Já, mann eftir því. Hefur ekki bara byrjað? Jú. Hefur eitthvað heyrt í Evu síðan eða? Nei. Ekki neinu sambandi við hana en að mínu áliti er þetta hinn mætasta kona og hefur traustar og góða skoðanir á þjóðfélagsmálum. Já, ég ætla að fara að fá hana aftur hérna í spjall. Það er endilega að gera það. En hvað hérna, talandum að hún játaði ást sín á þér, er ekki dálítið svona, mér finnst einhvern veginn eins og hérna, það sé dálítið mikið að fólki orðið hrifið af þér núna allt í seinni tíð. Já, það er kannski vegna þess að ég er hættur að vera í málaferlum mikið. Ég er meira bara svona tjá mig þjóðfélagsmál og þá kemur auðvitað strax í ljós að ég er hinn vænsti piltur. Nákvæmlega. Og hérna, já, ég meina, það hefur alltaf verið þannig. Fólk býr sér alltaf til einhverjar sviðsmyndir af mönnum sem eru eitthvað í sviðsljósinu, sko. Og þær eru oft mjög rangar, sko. Það er þetta þannig. Ég hef auðvitað mínu lífsferli verið málflytjandi í mjög erfiðum málum. Það sem að tekist hefur verið hart á og þá er ég dæmdur eftir þeim málstað sem ég er að flytja hverju sinni og það er auðvitað oft mjög rangt. Það segir ekki til mig og mína meiningar. Ég skrifaði nú þessa bók hérna. Krafti sannfæringar? Krafti sannfæringar eftir að ég hætti sem dómari í Hæstarétti og þar er farið yfir svona æviferil minn og sagt þar frá í seinni hlutanum málum sem ég hafði annast sem eru mjög merkileg svona lögfræðilega sko og svo líka Hæstarétti og ég fer yfir það sem aflaga fer þar og það gaf nú reyndar út svo aðra bók sem hét Veikburða Hæstaréttur þar sem ég gerði tillögur það sem að betur mætti fara þar og ef þú vilt þá get ég komið aðeins að því. Ég er með hérna... Já, tökum endilega, förum inn á það á eftir. Mér langaði svolítið að halda þræðinu með þetta sem tala máðan með að fólk væri að sko gera sér upp ákveðnar hugmyndir út frá, sko, þetta er rosalega áhugaverður punktur því nú hef ég unni lengi við fjölmiðla og eitt af því sem ég held að ég sé þakklátastu fyrir við að fengi að taka viðtölu svona mikið af fólki er að þá hef ég mætt mínum eigin fordóm að það er kannski einhver sem sest á móti mér. Ég hef séð einhverja nokkra fyrirsagnir held að manneskjan sé einhvern veginn og svo er hún bara allt öðruvísi þegar ég sitt fyrir framan og ég held að hérna sko fólk í heilanum okkar þá flokkum við okkur í lið og allt þetta og þá er fólk sem er kannski ekki hliðholt sjálfstæðarflokknum eða hliðholta það er búið að ákveða að þú sért einhvern veginn svo heyrið það í klukkutíma spjalli kannski eins og hérna hjá mér og þá sér það þetta er nú bara allt öðruvísi maðurinn ég held. Þetta er þannig að ég þessari bók sko, þá segi ég nú frá því ég er að reyna svona að rifja það upp fyrir mér hvernig ég fekk mínar lífskoðun sko og allt þetta sem gengur út á frelsi og ábyrgð á því sem maður gerir og ég finn það út þarna eða svona setja upp og ég held að það sé nokkuð til í því að ég las bók þegar ég var ungur maður eftir Ayn Rand skáldsögu. Ég man ekki hvort það var Upprunnin eða hinn bókið, það eru 2 bækur frægar eftir hana og þar eru snemma í bókinni 2 börn að tala saman, stúlka og piltur og hann er spurður að því pilturinn, hvað ætlar að gera þegar þú verður stór? Og hann svarar með 4 orðum, það sem er rétt. Og þetta fannst mér alveg heillandi svar hjá þessum unga pilti. Hann var búinn að gera sér ákveðnar hugmyndir eins og börn gera kannski lífið, þegar komin á þennan aldur. Og ég hugsaði, þetta er það sem ég ætla að gera.
ég ætla bara að reyna að hafa það fyrir leiðsögn í mínu lífi, að gera það sem ég tel vera rétt í þeirri stöðu sem ég í. Það ekki endilega sagt, þar með sagt að ég hef alltaf rétt fyrir mér alla hluti, en það sem skylda mín gagnvart sjálfum mér að segja alltaf það sem ég veit sannast og réttast. Og ég hef, tel ég, reynd að fylgja þessari lífslínu minni og þess vegna hef ég ekki bundist neinum stjórnmálaflokki, neinum böndum. Ég bara hef verið skuldbundi, finnst mér, við sjálfan mig það að gera það sem rétt, og ég hef alveg ákveðna skoðanir á því í flestum tilvikum hvað það En aðeins það, af því að þegar þú komst til mín innan fyrst, þá varð nú svolítil umfjöllun með mitt þig og Davíð Oddsson út frá spjallin okkar og þá talaðir einmitt þetta líka, þú verður ekkert skuldbundin, hefur það verið misskilningur í gegnum tíðina, fólk hefur eitthvað nánast sett þig inn sem eitthvað innsta kopp í búri í Sjálfstæðisflokknum, það bara því þú varst vinur Hannesar og Davíðs? Já, ég held að það sé bara það. Þetta einn af þessum, þetta meðal þess að ég kalla misskilning. Ég hef aldrei verið bundin með neinum mönnum, neinum tryggðarböndum eða neitt svoleiðis. Og ég var reyndar góður vinur Davíðs, en það var hann að vinna góð störf framan af á stjórnmálaferli sínum. Ég var góður vinur hans og við töluðum oft saman, en svo skast í Odda og hversna var það? Ég sé það bara þannig, hann hefur kannski eitthvað annað það að segja. Ég sé það þannig að ég var að fylgja hugsjón minni en hann var ekki að fylgja henni, þó hann segðist hafa hana, Og það var hugsjón frelsi og réttabeitingur laga og þess áttar, og mér fannst hann verða sannur að því að vera til í að sættast við, ef maður orðaði þannig, dóma, áfellisdóma í sakamálum yfir mannum sem að honum var illa við og hafði eitthvað komið illa fram við hann, án þess að láta lögfræðilega úrlausn í viðkomandi máli ráða áliti sín á. Og svo gerðist það bara að hann hætti að tala við mig og svona, ég veit ekkert út af hverju það var. Ég spurði hann að því, ég sendi hann tölvupóst og spurði hann svaraði mér ekki. Og þið hafa ekkert heyrt síðan? Nei. Þetta sem að þú ert að tala með stjórnmála, því nú til dæmis eins og Brynjar Níelsson, hann hefur nú komið hérna nokkru sem tíminn og ég hef mjög gaman á honum að því mér fannst þegar hann var til dæmis í stjórnmálunum, þá fannst mér að vera einn af örfáum sem að þorði að tjá, en samt þegar ég spyr hann í dag, Brynjar, átti eitthvað að vera í Sjálfstæðisflokknum, þá ennþá í honum þetta eitthvað en ég tilheyri einhverju liði, en ekki eins og þú ert að segja, ef þú ætlar að vera alveg frjáls maður, þá hægt að vera, því minnst meiri segja maður eins og hann, ég mjög ánæði með hvað hann stendur með sjálfur sér, en svo alltaf einhver smá svona, en ég nú í liðinu. Já, ég held mikið upp á Brynjar og við erum reynda góði vinnir, en þetta alveg rétt sem hún segir, hann í munurinn á honum og mér, kannski aðalega sá að hann ennþá að burðast eitthvað við að vera í pólitík. Ég alveg laus undan því, skilurðu. Og það, ég hef stundum upplifað þannig að hann vilji halda einhverjum dyrum opnum í því, sem hann kannski passar ekkit mjög vel við þær grunnskoðanir sem hann tjáir. Ég hlusta fyrst og fremst á þær og tek mark á þeim og nú ef hann kemst í stjórnmál með þessar skoðanir á vörunum, þá það bara gott. Þá hann vonandi fer hann þar inn í því skyni að bæta og breyta, En hvað væri, að því það sem einmitt þegar ég hef talað við hann, þá finnst mér komið honum við að það þarf nú samt að fara í málamiðlanir og eitthvað svona. Hvernig hefur veltið fyrir, hvernig væri hægt að útfæra stjórnmál? Því það sem ég finnst bara mest að í stjórnmálum að þessar endalausu málamiðlanir, og þá erum við komin að fólk á öfugum pól við það sem þú ert, að fólk alltaf að gefa afslátt á skoðunum sínum og alltaf að byrja svona, og ég trúi því að þegar þú byrjar örlítið að ljúga sjálfum þér, eða þú byrjar örlítið að gefa afslátt, þá munt alltaf byrja að gefa meira afslátt, Já, það nú kannski ekki alveg víst. Þetta auðvitað þannig að við erum með fjölflokka kerfi hér á Íslandi og þeir sem taka þátt í stjórnmálum og bjóða sér fram og svona, að þeir lenda svo í því eftir kosningar að þurfa að mynda ríkisstjórn með öðrum flokkum. Jú. Og þá það kannski ekkert hægt að gera það nema menn svona viki eitthvað frá einhverju sem þeir hafa sagt, en þá eiga þeir að mínu mati að láta það koma skýrt fram að þeir séu að gefa eftir á þessu málefni vegna samstarfsins til þess að koma fram ríkisstjórnarsamstarfi.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.